Komið þið sæl. Ég ætla að flytja erindi með ykkur í dag sem heitir Getur ríkið reddað ódýru húsnæði? Og þetta heiti er svona ætlað til að við spyrjum okkur spurningarinnar hvað á ríkið að gera á húsnæðismarkaði og kannski við erum líka að leika okkur að ætti ríkið að redda okkur ódýru húsnæði eða ekki. Og ég skipti þessu í þrennt og þetta erindi kemur í kjölfarið á umræðu sem hefur verið mjög hávær og það er umræðan mikla hækkun fasteignaverðs undanfarin ár. Og hérna eru dæmi fréttir sem við höfum séð í fjölmiðlum síðastliðið 1,5 ár eða svo. Og þar sjáum við að hérna er til dæmis frétt af mbl.is þar sem er sagt sem sagt að það sé þrautin þyngri fyrir marga að eigna sína fyrstu íbúð. Önnur frétt á RÚV sem segir að fólk eigi ekki fyrir fyrstu útborgun í íbúðinni sinni og svo þriðja fréttin á Vísi að sonur á 30-aldri búi enn í heimahúsum í kærustunni og móðir hans segir að það hafi algjör viðskilnaður orðið á milli fasteignaverðs og launa á síðastliðnum árum. Og þetta er svona umræðan sem okkar innlegg kemur inn í. Og við spyrjum okkur, er ástæða til inngripa? Hvað er búið að gerast á markaðnum og þurfum við að grípa inn í? Og þá byrjum við að skoða þróun fasteignaverðs og það er alveg rétt sem komið hefur fram að fasteignaverð hefur hækkað hratt, sérstaklega undanfarin 2-3 ár. Og hérna sjáum við sem sagt að talan 424 segir okkur að fasteignaverð hefur ríflega fjórfaldast frá árinu 1994. Þannig að síðastliðin 20 ár hefur fasteignaverð hækkað töluvert. En það er ekki nóg fyrir okkur að horfa bara á nafnverðið, heldur er gott að horfa á raunhækkun. Og það er hérna dökkbláa línan. Og hún sýnir okkur hversu mikið húsnæði hefur hækkað að raunvirði. Það er umfram verðlag síðastliðin 20 ár. Og þá sjáum við að húsnæði hefur engu að síður hækkað töluvert eða tæp 70% á þessu tímabili. En þetta gefur okkur heldur ekki alveg réttustu myndina vegna þess að það sem ræður getu okkar til að kaupa fasteignir eru launin okkar. Og þá teiknum við inn þriðju línuna sem er appelsínugula línan sem sýnir okkur verð á fasteignum í hlutfalli við laun. Og ef við skoðum þá línu þá sjáum við að fasteignaverð í hlutfalli við laun er það sama og það var árið 1994. Það hefur verið smá sveiflur í millitíðinni, en í grunninn hefur þetta hlutfall alltaf verið það sama. Þannig að það er ekki erfiðara fyrir okkur að kaupa fasteign í dag miðað við launin sem við höfum til að kaupa fasteignina heldur en áður. Annar þáttur sem við sáum í fréttunum sem ég sýndi ykkur áðan er aðgengi, eða er hversu erfitt það er að eiga fyrir fyrstu útborgun. Og hérna er mynd sem sýnir hámarkslán banka eða fjármálastofnana til íbúðarkaupenda eftir árum. Og árið 94 og svona á 10. áratugnum þá þurftum við að leggja út 30-40% af markaðsvirði eignarinnar út í útborgun. En núna á síðustu árum er þetta komið niður í 15%. Þannig að þetta er lægra en það var í upphafi tímabilsins. Það er hérna smá tímabil á milli, 2004, 5 og 6, þar sem íbúðalánin fór upp í 100%. En ég held að við getum öll verið sammála að við viljum ekki fara þangað aftur. Það var ósjálfbært ástand og hvatti of mikið til þenslu vegna þess að við viljum ekki að það sé of erfitt að eignast húsnæði, en á sama tíma þurfum við auðvitað að hafa eitthvað fyrir því. Vegna þess að þetta eru verðmætar eignir og ef það er mjög auðvelt fyrir hvern sem er að taka lán fyrir allri upphæðinni þá er hætt við að þensla myndist. Þannig að fyrir utan þetta þenslutímabil þá er þá er útborgunin sem við þurfum að greiða lág í sögulegu samhengi.
Og svo þriðja atriði sem við horfum á þegar við erum að kaupa eignir og það er vaxtakostnaðurinn og greiðslumatið. Og vextir eru lægri en þeir hafa verið í 12 ár þegar kemur að verðtryggðum lánum. Þau eru í kringum rúmlega 3%, milli 3 og 4%. Og óverðtryggðu lánin eru á milli 6 og 7%. Og þannig að bæði verðtryggð og óverðtryggð lán eru lægri en þau hafa verið í langan tíma. Og svo eru tveir aðrir þættir sem kannski skipta máli, tveir síðustu þættir sem skipta máli þegar við erum að skoða hvort það sé erfitt að kaupa húsnæði. Og það er annars vegar húsnæðiskostnaður. Og þá berum við okkur saman við önnur Norðurlönd. Við kíktum á það. Og þar sjáum við að 22% af húsnæðisútgjöldum Íslendinga, 22% af útgjöldum Íslendinga fara í húsnæði. Það er, ef við eyðum 100 krónum á mánuði, þá fara 22 í rekstur húsnæðisins okkar, til dæmis að greiða af lánum. Og þetta hlutfall er lágt með önnur Norðurlönd. Við sjáum að hlutfallið er alltaf 30%, til dæmis í Danmörku. Þannig að miðað við önnur Norðurlönd virðist við ekki vera að eyða miklu í húsnæði. Og svo svona hinn alþjóðlegi samanburðurinn, þar sem við skoðum hversu margir eiga húsnæði hérna miðað við önnur ríki. Og við erum með hæsta eignarhlutfall af öllum Norðurlöndunum. Þannig að næstu 80% Íslendinga eiga húsnæði sem þeir búa í, á meðan hlutfalli getur verið allt niður í tæplega 40% til dæmis í Svíþjóð. Þannig að við virðumst út frá þessu mælikvarða líka eiga auðveldara með að koma yfir okkur þaki, sem sagt það er að eignast húsnæði. Þannig að ef við drögum þetta saman, þá sjáum við að íbúðaverð, útborgunarhlutfallið og vaxtakostnaðurinn, íbúðaverðið er svipað, útborgunarhlutfallið lægra og vextirnir eru lægri. Þannig að í sögulegu samhengi segjum við, er okkar niðurstaða, að það er auðveldara að eignast húsnæði en áður. Og svo er það alþjóðlegi samanburðurinn, annars vegar húsnæðiskostnaður og hins vegar ólík búsetuform. Og þar sjáum við að við erum með lágan húsnæðiskostnað og hátt hlutfall eiganda og það bendir til þess að það sé auðveldara að eignast húsnæði hérna heldur en annars staðar. Þannig að svona okkar niðurstaða af þessari úttekt er að þessi umræða sem hafi verið að ungt fólk eigi erfitt með að koma yfir sig þaki undanfarið, hún sé dálítið skökk. Bæði hvort sem við horfum á sögulegt eða alþjóðlegt samhengi, þá er ekkert sem bendir til þess að heilt yfir sé sérstaklega erfitt að koma yfir sig þaki í dag. En þó að þetta gildi fyrir höfuðborgarsvæðið í heild, þá þýðir þetta ekki að sagan geti ekki verið ólík eftir því í hvaða hverfi við búum. Og hérna sjáum við, eða munum sjá, að hverfaverð hefur þróast með afar ólíkum hætti. Og hérna sýni ég ykkur þróun íbúðaverðs frá 1994 í hlutfalli við laun. Og 3 hverfi hafa hækkað yfir 20% í hlutfalli við laun. Og þar hefur miðborgin hækkað langmest eða ríflega 40% meira en laun á tímabilinu. Þannig að miðborgin hefur hækkað verulega í verði. Þannig að það er, ef við erum að tala hvort það sé erfitt að koma yfir sig þaki þar, þá er það vissulega rétt. Svo eru hverfi sem hafa hækkað svona minna en þó hækkað og þau eru öll svona að raða sér í kringum miðborgarsvæðin. Og þarna er svona 1–20% hækkanir umfram laun. En svo er þriðji hópurinn af hverfum sem eru úthverfin og þau hafa lækkað miðað við laun. Þannig að þarna er auðveldara að koma yfir sig þaki en áður. Þannig að við höfum séð algjöran viðskilnað í fasteignaverði á höfuðborginni, á höfuðborgarsvæðinu. Miðborgin hefur hækkað umtalsvert í verði umfram laun á meðan úthverfin hafa lækkað í verði. Og þetta myndar bil sem við höfum ekki séð áður. Og þetta leiðir til þess að ákveðin hverfi eru núna orðin mun dýrari en önnur. Og hérna sýni ég ykkur öll hverfin
Við erum með 4 hverfi þar sem fermetraverð er komið í 380.000 krónur fermetrin eða herra, komið í tæpar 430.000 fermetrin í miðborginni. Svo eru hverfi mörg í kring þar sem fermetraverð er undir 380 en þá yfir 300.000. En svo eru ennþá mörg hverfi sem eru mun hagstæðari, þar sem hverfaverði komið niður í jafnvel 250.000 á fermetran. Þannig að við sjáum núna að svona lítur höfuðborgarsvæðið út fyrir okkur í dag. Hverfaverð er allt frá 250.000 sem er lægra miðað við laun heldur en það var áður og upp í 420-30 sem er hærra en það var miðað við laun áður. Þetta köllum við sem sagt miðbæjarálag. Þetta er sem sagt miðbæjarálag vísar til þess hvert er verðið í miðborginni miðað við verðið í úthverfunum. Og við sjáum hérna vinstra megin að þetta álag hefur farið úr því að vera ekki neitt. Það er svipað verð í miðborginni og í úthverfunum en er núna komið upp í það að vera 50%. Þannig að miðborgin er 50% dýrari en úthverfin. Og þetta er alveg nýr veruleiki fyrir okkur. Við sjáum bara árið 2010 síðast var þetta álag miklu lægra. Þannig að þetta er eitthvað sem við höfum ekki þekkt áður. En þetta er eitthvað sem íbúar annarra borga þekkja mun betur. Þannig að ef við berum okkur saman við aðrar borgir, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum, þá sjáum við að þetta miðbæjarálag er á svipuðu reiki og oft hærra heldur en við sjáum hérna í Reykjavík. Þannig að þessi þróun er líklega til að vera komin til að vera. Þannig að svona samantekið þá er vissulega erfitt fyrir ungt fólk að koma yfir sig þaki. Það er erfiðara en áður ef það vill búa í miðborginni. Þannig að það hefur átt sér stað viðskilnaður á fasteignaverði. Þannig að ef ungt fólk vill koma yfir sig þaki í ódýrari hverfum, þá er það auðveldara en áður, en það getur verið ganz erfiðara í miðborginni. Og þá spyrjum við okkur, hvert er okkar gildismat? Hvað teljum við að stjórnvöld eigi að gera? Er það stjórnvalda að tryggja að allir geti komið þaki yfir höfuðið, eða er það líka stjórnvalda að tryggja að allir geti verið í dýrum hverfum? Og það er svona þetta gildismat sem við virðumst ekki alveg vera að horfast kannski nógu vel í augu við í núverandi kerfi. En við teljum allavega hjá viðskiptaráði að stjórnvöld séu farin að seila svolítið langt í dag vegna þess að það er auðveldara að eignast húsnæði, það er auðvelt bæði sögulegu og alþjóðlegu samhengi, en samt erum við komin með ansi mörg kerfi, þannig að við svona okkar svar við þessari spurningu virðist vera annað en núverandi stjórnvalda. En förum bara stuttlega yfir hvað stjórnvöld er að gera í dag. Hvað eru stjórnvöld að gera á húsnæðismarkaðnum? Og stjórnvöld reka í dag 5 kerfi og eru með 9 frumvarpi almennar íbúðir að fara að fjölga þeim í 6. Og þessi kerfi eru öll með svona markmið sem tala ýmist á ská eða stundum svona lítillega í kross. Þannig að svona heildarstefna stjórnvalda í húsnæðismálum er mjög óskýr. Og það er engin svona árangursmælikvarði á það hversu vel öll þessi stuðningskerfi eru að standa sig í að ná þessu markmiðum. Og það sem er svona vekur kannski mestar áhyggjur er að af þessum 6 kerfum, ef að nýja frumvarpið verður samþykkt, eru 5 þeirra almenns eðlis. Og það þýðir að kerfin er að ná til stórs hluta þjóðarinnar. Þau eru ekki að beinast að ákveðnum þröngum félagslegum hópi eða þeim sem eru í hvað allra verst staddir, heldur beinastu kannski að 40% eða jafnvel 50% þjóðarinnar. Þannig að þá eru kerfin farin að einblína í rauninni á alla og eru þá að okkar mati algjörlega búin að missa marks og þjóna ekki lengur hlutverkum sínum. Og þessi stuðningur, þessi 6 stuðningskerfi, þau eru orðin ansi kostnaðarsöm. Og ef við skoðum fjárlögin í fyrra og setjum hérna með punktalínum áætlaðan kostnað
vegna nýju frumvarpanna þar sem verið að hækka húsaleigubætur og byggja almennar íbúðir svokallaðar. Þá sjáum við að kostnaðurinn farin að slaga upp í 50 milljarða sem það sama og við setjum í Landspítalann á ári hverju. Og þá viljum við auðvitað fyrir svona háar upphæðir, þá hljótum við að gera kröfu að við séum að sjá einhvern virkilega góðan árangur af öllum þessum stuðningskerfum. En ef við skoðum árangurinn af þessum kerfum, þá það allavega mat okkar að þessi stefna að vera með svona mörg ólík kerfi sem eru öll almenn og tala í kross hafi borið algjört skipbrot. Hún sé alls ekki að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld lögðu upp með þegar þau samþykktu þessi kerfi. Og í þessu samhengi gott að nota svona einfalt líkan sem við notum oft í hagfræðinni sem heitir bara líkan framboðs og eftirspurnar. Og í því, á mörkuðum, þá skoðum við hvenær framboð mætir eftirspurn og það ræður verðinu. Ef að margir vilja kaupa og fáir selja, þá hækkar verðið og ef það snýst við, þá lækkar það. Þannig að það áhugavert að skoða hvernig koma þessi stuðningskerfi stjórnvalda út í þessu líkani. Það að segja, þetta líkan getur spáð fyrir með góðum hætti hver áhrifin, það veitir okkur innsýn inn í áhrifin af aðgerðum stjórnvalda. Og ef við skoðum bara þessi 6 kerfi og sjáum hvað þau eru að gera og kannski byrjum á að skoða bæði svona drifkraftana sem ráða eftirspurn og líka þeim sem ráða framboði. Og ef við tökum græna kassan, þá það sem ræður eftirspurn eftir húsnæði á ákveðnu svæði fjöldi íbúa. Þannig að ef íbúum fjölgar eða fækkar, þá mun það annaðhvort hækka eða lækka verð. Og svo erum við með erlent vinnuafl sem við erum að fá mikið af þessa dagana og getur haft áhrif, af því að það þarf að búa á höfuðborgarsvæðinu. Svo eru erlendir ferðamenn, bæði getur það ýtt undir eftirspurn með því að fylla hótelsvæði sem þá taka lóðir frá hugsanlegum nýjum íbúðum eða með því að, eins og við þekkjum að gista í Airbnb íbúðum sem kannski eru allt árið og þá fækkar plássum fyrir íbúana á sama tíma. Og svo eru ráðstöfunartekjur. Eftir því sem ráðstöfunartekjur heimilanna hækka, því meira hafa þau á milli handana og því meiru munu þau eyða í húsnæði. Og eins með skuldastöðuna, því meira eigið fé sem heimilin hafa, því meira sem þau hafa á milli handana til að greiða til að kaupa sér nýja íbúð, því líkar eru til að eyða meiru í húsnæði. Og svo vaxtakostnaður. Ef við erum með lægri vaxtakostnað, þá erum við líkari til að taka stærri lán. Það mun auka eftirspurn. Og loks aðgengið okkar á lánsfé. Það hversu stór lán getum við fengið. Og framboðsmegin, þá þekkjum við marga af þessum drifkröftum. Þetta það sem kallað hefur verið svolítið eftir á undanförnum árum. Annars vegar lóðir. Það hefur verið tíðrætt skort á lóðum, sérstaklega í dýrum hverfum og það keyrir upp verðið vegna þess að þá verður skortur. Svo eru skipulagsreglur. Ef þær eru hertar eða þeim breytt, þá getur það haft áhrif á framboðið. Og byggingarkostnaður, eftir því sem hann hækkar, því kostnaðarsamara verður að byggja og þá minnkar framboðið. Og svo fjármagnskostnaður. Ef að byggingaraðilar þurfa að greiða háa vexti á sínum lánum, þá hækkar byggingarkostnaður með þeim hætti og það dregur líka framboði. Þannig að ef við drögum úr framboðinu, þá hækkum við líka verðið. Og svo skoðum við aðgerðir stjórnvalda. Ef við skoðum ráðstöfunartekjur, þá erum við með stór kerfi, vaxta- og húsaleigubætur, sem eru að auka ráðstöfunartekjur mjög stórs hluta íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Og það þýðir að það hefur verið að ýta undir eftirspurn eftir húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þessar bætur sem áttu að gagnast fyrst og fremst tekjulágum eins og lagt var upp með frumvarpið, þar eru farnar að láta peninga í hendurnar á stórum hópum sem eru sérstaklega eyrnamerktir húsnæðisútgjöldum. Og það eina sem það mun gera á markaði að auka eftirspurn eftir húsnæði umfram það sem hún væri annars og ýta þannig upp verðinu. Skuldastaða heimila, þar leiðréttingin, hún lækkaði skuldir. Það var almenn aðgerð og það var meira að segja lagt upp með hana sem almenn aðgerð og þar með lækkaði hún skuldastöðu fjölmargra heimila
og jók þar með getu þeirra til að skuldsetja sig á ný eða eiga í viðskiptum á fasteignamarkaðnum. Þannig að hún einnig til þess fallin að ýta undir fasteignaverð. Og vaxtakostnaður, við erum með vaxtabótakerfi sem beinlínis greiðir niður vaxtaútgjöldin okkar. Og þau eru útgjaldatengd, þar að segja því stærra lán sem við erum með, því meiri vaxtabætur fáum við. Þannig að þetta er kerfi sem er mjög óheppilegt vegna þess að það ýtir undir eftirspurn umfram það sem fólk myndi annars kjósa að eyða í húsnæðislán. Og svo aðgengi að lánsfé og þar komum við að íbúðalánasjóði sem var stofnaður til að bæta aðgengi þeirra sem minna mega sín eða eru í erfiðum fjárhagsaðstæðum til að fá lán, en smá saman hefur það kerfi víkkað út og nú geta allir sótt íbúðalán hjá íbúðalánasjóði og eins og frægt orðið þá ákvað íbúðalánasjóður að skella sér í 90% húsnæðislán þarna í miðri fasteignabólunni og kostnaður okkar af því og af útlánum sjóðsins í aðdraganda hrunsins orðinn gríðarlegur. En á hinni hliðinni þá eru stjórnvöld líka að gera margt sem ýtir undir húsnæðisverð. Þau eru ekki að bjóða nóg fram á lóðum, sérstaklega ekki í dýrari hverfum. Og auðvitað oft landfræðileg hindrun á þessu. Ég meina, það bara takmörk fyrir því hversu margar lóðir við getum boðið upp á í miðborginni. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem kannski óhjákvæmilegt að einhverju marki. Og skipulagsreglur, ef þær eru gerðar strangari, þá mun það ýta undir verðið. Og byggingarkostnaður, hann var hækkaður umtalsvert árið 2012 þegar ný byggingarreglugerð tók gildi og sérstaklega hækkaði hann fyrir smærri íbúðir. Þannig að hann dróð þannig mest úr framboði á smærri íbúðum og hækkaði þá sem leiði til mestrar hækkunar á verði fyrir þannig íbúðir. Og svo fjármagnskostnaði byggingaraðila sem síðasta atriði og það í rauninni með því að þetta það sem við tölum mjög oft að með stjórnvöld hafa núna verið með fjárlög sem eru þenslukvetjandi á þenslutíma og það til þess fallið að ýta undir þenslu í hagkerfinu og hækka vaxtastig. Og það þýðir að fjármagnskostnaði þeirra sem að byggja húsnæði mun hækka og það mun leiða út í byggingarkostnað og draga úr framboðinu. Þannig að ef við skoðum þetta heilt yfir þá virðast stjórnvöld vera að gera meira til að hækka fasteignaverð heldur en að lækka það. Öll þessi kerfi sem eru orðin almenn, þau eru farin að hafa svo bjagandi áhrif á verðin á markaðnum með því að ýta undir eftirspurn og draga úr framboðinu að fasteignaverð hærra en það væri ef þessi prógram væru ekki til staðar. Og svo líka vandasamt fyrir stjórnvöld að tímasetja aðgerðirnar sínar vel. Eins og ég nefndi með íbúðalánasjóð, þá hérna sjáum við breytingar á fasteignaverði. Þá ákveður íbúðalánasjóður að veita 90% lán þegar fasteignaverð að hækka mjög hratt og strax í kjölfarið verður algjör methækkun á fasteignaverði að hækka um 30% í byrjun árs 2006. Þannig að þetta var tími þar sem þú vildir alls ekki vera að ýta undir eftirspurn. Það var það sem stjórnvöld gerði. Og síðan tekur ný byggingarreglugerð gildi þegar við erum að stíga upp úr rosalegri lægð á húsnæðismarkaðnum og það var lítið nýbyggingar. Þannig að það var til þess fallið að draga úr framboði og ýta undir núna verðhækkanir á komandi árum. Og nú þegar byggingariðnaðurinn búinn að taka við sér og við erum að sjá mun fleiri íbúðir byggðar, allavega sem að hefjast í byggingu, þá ætlar ríkið núna að koma inn og eyða 1,5 milljarði á ári í að byggja fleiri íbúðir ofan í markaðinn. Þannig og við höfum áhyggjur af því að þetta sé ekki góð tímasetning heldur. Þannig að það bara erfitt fyrir stjórnvöld að tímasetja aðgerðir út frá hagsveiflunni með lagasetningu sem þarf að fara í gegnum þing og hið pólitíska ferli. Þannig að það betra að stjórnvöld séu með aðgerðir sem eru sveiflujafnandi yfir tíma í staðinn fyrir að vera að hafa afskipti af mörkuðum á einstökum tímum. Og þá það komið að síðasta hlutanum. Við erum búin að skoða verðið og hvað stjórnvöld að gera í dag og niðurstaðan okkar að það sem þau séu að gera í dag sé alls ekki að skila góðum árangri. En þá
leiðir það okkur auðvitað að spurningunni, hvað myndi skila árangri? Hvernig getum við lækkað íbúðaverð? Og við skiptum mögulegum aðgerðum stjórnvalda í tvennt. Annars vegar að afmarka öll þessi stuðningskerfi þannig að þau nái bara til þessara hópa sem þurfa virkilega á aðstoð að halda, og þá erum við að afmarka þennan eftirspurnarstuðning sem mun draga úr þessari umfram eftirspurn vegna niðurgreiðslu stjórnvalda og húsnæðiskostnaði. Og seinni hlutinn eru aðgerðir til að auka framboð, og það eru aðgerðir sem stjórnvöld geta ráðist í strax í dag og myndu auka framboð á íbúðum og leiða þannig til verðlækkunar. Og ef við byrjum á eftirspurnarstuðninginum, þá erum við með svona checklista sem stjórnvöld getur prentað út eftir þetta erindi og reynda að tikka í. Fyrsta er að leggja niður Íbúðalánasjóð. Hann hefur verið mjög þenslukveitjandi og kostað okkur, samkvæmt rannsóknarskýrslu Alþingis, kostaði hann okkur 270 milljarða króna. Það má ímynda sér margt sem mætti gera fyrir þá fjármuni. Í öðru lagi að skipta út vaxta- og húsaleigubótakerfinu fyrir beinan fjárhagsstuðning við afmarkaðan hóp. Og þá með þessu erum við að segja að þegar ríkið er að styðja þá sem eiga í fjárhagserfiðleikum, þá að það ekki að skipa þeim fyrir hvernig þeir eyða þessum fjármunum. Það er óhagkvæmt að ríkið segi, gjörðu svo vel, þú þarft á stuðningi að halda, en þú verður að eyða þessu í að kaupa þér hús. Það er miklu betra að ríkið láti þá sem þurfa á stuðningi að halda fá fjármuni sem þeir síðan ákveða sjálfur hvernig þeir eyða. Þetta er svona grundvallar setning í hagfræðinni, að það er betra að láta fólk velja sjálf. Í þriðja lagi að endurtaka ekki almennar aðgerðir líkt og leiðréttinguna. Það er lagt upp með húsnæðisstuðningskerfi sem er almennt og er tilgreint sem almennt, og við minnum að það hafi náð til 80% heimila. Þannig að slíkar aðgerðir munu alltaf ýta undir húsnæðisverð. Þannig að með því að falla frá þeim, þá má lækka húsnæðisverð miðað við það sem annars yrði. Og síðan í fjórða lagi að afmarka önnur stuðningskerfi þá sem sannarlega þurfa á þeim að halda. Og til dæmis núna er frumvarp almennar íbúðir, það sem er ætlað að veita tekjulágum tækifæri til að búa eða að kaupa eða leigja íbúðir sem ríkið byggir eða kaupir eða sveitarfélög. En miðað við tekjumörkin í frumvarpinu núna geta 40% Íslendinga búið í þessum almennu félagslegu íbúðum. Og það er kerfi sem við teljum að sé allt of víðtækt. Þetta ætti að vera mun þrengri mörk, þannig að þessi stuðningskerfi séu virkilega að ná til þeirra hópa sem þeim er ætlað að ná til, en séu á sama tíma ekki að ýta undir almenna hækkun fasteignaverðs. Þetta er eftirspurnarhliðin, og svo komum við að framboðinu. Og þarna teljum við að stærstu tækifærin liggi. Vegna þess að það er mikið svigrúm þarna til að ráðast í aðgerðir sem gætu dregið úr hækkunum fasteignaverðs eða jafnvel lækkað. Og ef við skoðum þetta er svona gróf áætlun á því hvernig íbúðaverð skiptist, hvernig það skiptist í byggingarkostnað og lóðaverð. Og við sjáum sem lengst til vinstri eru dýrustu hverfin, og þar sjáum við að lóðaverð er orðið alltaf þriðjungur af kaupverði eignarinnar. Og það þýðir að lóðaverðið eða lóðaskortur virðist vera megin ástæðan fyrir þessum viðskilnaði sem hefur orðið á milli miðborgarinnar og úthverfanna á undanförnum 20 árum. Við erum ekki lengur að afhenda nógu mikið af lóðum í þessum hverfum þar sem við erum með græna stöpla til að mæta eftirspurnina eftir nýjum íbúðum þar. Þannig að við höfum í rauninni skiptu við tækifærinu til að lækka íbúðaverð í tvennt, annars vegar appelsínugulu súlurnar að reyna að koma niður lóðaverðinu og hins vegar bláu súlurnar að reyna að koma niður byggingarkostnaði. Og ef við skoðum höfuðborgarsvæðið aftur og skoðum íbúðir sem eru í byggingu og verða kláraðar á næstu árum, þá sjáum við skiptum þessu gróft í svona 3 svæði, dýrt, svona miðlungs og dýrt, og rautt er dýrt, appelsínugult er miðlungs og grænt er svona
hagkvæmara. Og ef við skoðum hversu mikið verið að byggja, það sem sagt, þetta eru tölur frá Samtökum iðnaðarins, þau keyra sem sagt hverja einustu götu í höfuðborgarsvæðinu og telja hvar verið að byggja hús. Þannig að þetta er svona gagnasöfnun sem bara hægt að gera á Íslandi. Og þeir sem sagt fóru og keyrðu niður í bæ og þar verið að byggja 840 íbúðir. Í þessum millidýrahverfum verið að byggja 1600 íbúðir. Og svo í úthverfunum verið að byggja 2900 íbúðir. Þannig að við sjáum að miðað við þær íbúðir sem við klárum á næstu 3 árum, þá sem sagt eru flestar þeirra í úthverfunum og líka ef við teljum saman þær íbúðir sem verið að byggja, þá eru þær rúmlega 5000 á næstu 3 árum, en ef við skoðum bara helstu spár þeirra sem að horfa á þennan markað, þá það engan veginn nóg. Þannig að miðað við þær íbúðir sem í byggingu núna, líklegt að sjáum við að verð á lóðum líklegra til að hækka á næstu árum frekar en að lækka. Þannig að lausnin við þessu, ef við ætlum að minnka appelsínugulu súrefnina á myndinu undan, að fjölga lóðum, sérstaklega innan rauða kassans. Þannig að sá hluti fasteignaverðs geti lækkað. Og þetta getur líka verið góð leið fyrir sveitarfélögin að afla tekna til að skapa skipulagi sem þarf í kringum þessi nýju hús, vegna þess að uppboð á lóðum í miðborginni getur skilað umtalsverðum tekjum fyrir borgina. Og sem sagt hinn hlutinn, ég var að tala um lóðir og nú tala ég um byggingarkostnað. Við fórum í úttekt með Samtökum iðnaðarins á regluumhverfinu í byggingariðnaðinum og komum þar auga á fjölmörg atriði sem að auka mjög kostnað byggingaraðila. Og sko algengt dæmi þetta byggingarreglugerðin sem ég hef nefnt, en það ekki bara byggingarreglugerðin. Það eru þarna 12 skref, þetta úttekt sem við birtum núna í haust og þið getið skoðað á waffi.is/byggingarferli. Þetta svona infografík sem sýnir ykkur hvernig húsbyggingarferli virkar. Og á öllum þessum 12 skrefum húsbyggingarferlisins húsbyggjandinn að lenda í ónauðsynlegum áskorunum vegna regluverks. Þetta það regluverk sem ekki lengur sem komið út fyrir þann tilgang sinn að vernda íbúa eða neytendur og bara að skapa kostnað. Og sá kostnaður upphaflega borinn af byggingarverktakanum, en vegna þess að allir þurfa að bera hann, þá leiðir það á endanum út í fasteignaverð. Og hérna eru 3 dæmi sem ég kannski fer ekki endilega í, en þetta bara svona dæmi flækjustigið. Við erum með 51 byggingarfulltrúi og hver og einn þeirra þarf að fara yfir 904 atriða lista þegar við ætlum að byggja lítið hús. Og síðan þarf að fara 21 úttekt fram á byggingatíma og það ekki fara fram margar í einu. Það þurfa alltaf að vera síðar ferðir og síðar útköll með tilheyrandi kostnaði. Og þetta eru bara 3 dæmi, en þegar þau eru öll talin saman þá farið að muna umtalsverð í byggingarkostnaði. Og svo loks það sem ég nefndi áðan sem fjármagnskostnaður byggingaraðila. Og við þreytum seint á að tala um að hið opinbera verður að passa að vera ábyrgt í sínum fjármálum, þannig að fjárlögin sé ekki þenslukveitjandi. Og við verðum að ná jafnvægi á vinnumarkaði, þannig að umfram launahækkanir sé ekki að raska jafnvæginu hjá okkur. Og svo það peningastefnan. Hún þarf auðvitað að spila og styðja við þetta tvennt. Og það mun líka draga úr byggingarkostnaði. Þannig að bara til að sýna ykkur áhrifin af því hversu mikil áhrif það getur haft að bæta regluverkið og draga úr byggingarkostnaði og auka lóðaframboð. Ef við skoðum bara hvernig byggingarkostnaður, eða sem sagt bara hérna ég með dæmi yfir einstakling sem vill kaupa litla íbúð í miðlungsstýru hverfi. Og skoðum hvernig kostnaðurinn hans myndast. Það fyrst lóðakostnaður og svo byggingarkostnaður. Og það saman myndar fermetraverðið sem einstaklingurinn greiðir fyrir íbúðina. Og hann tekur fermetraverðið
og margfaldar það með stærðinni á íbúðinu sem hann kaupir og það gefur honum kaupverðið. Og síðan tekur einstaklingurinn lán, og við segjum að hann taki 85% lán hérna, og þá þarf hann að eiga fyrir 15% útborgun, 15% af kaupverðinu. Og svo þarf hann að borga afborgun og vexti af láninu og það er mánaðarlega greiðslan hans. Þannig að þetta eru þessi 3 atriði sem einstaklingurinn horfir á. Kaupverðið, útborgunin og mánaðarlega greiðslan. Og staðan í dag er cirka svona. Í miðlungsstýrihverfi kostar lóð 80.000 krónur á fermetran. Og byggingarkostnaður eins og við áætlum hann er 270.000 krónur á fermetran. Þannig að einstaklingurinn sem ætlar að kaupa sér íbúð, hann þarf að borga 350.000 krónur á fermetran. En síðan er það þannig í núverandi byggingareglugerð að það er mikið af kröfum sem draga mjög sveigjanleika og auka mjög kostnað við að byggja smærri íbúðir. Og það þýðir að margir byggingaraðilar eru farin að byggja stærri íbúðir vegna þess að það er miklu hagkvæmara. Þannig að einstaklingur sem vil kaupa litla íbúð, hann endar líklega ekki í neinu minna en 70 fermetrum. Og kaupverðið er þá 350.000 sinnum 70 fermetrar, eða tæpar 25 milljónir. Hann fær 85% lán og þarf þá að eiga tæpar 4 milljónir, hann þarf að vera búinn að spara tæpar 4 milljónir fyrir útborgun. Og svo borgar hann 0,1% af höfuðstólnum á mánuði, það er miðað við 40 ára lán, og hérna gerum við ráð fyrir 4% verðtryggðum vöxtum. Og þá er hann að borga af láninu 120.000 á mánuði. Þannig að, og þetta er sem sagt íbúð, lítil íbúð í miðlungsstýrihverfi. Það er töluvert að þurfa að spara 4 milljónir og eiga 120.000 eftir skatt bara fyrir húsnæðið í hverjum einasta mánuði. Þannig að þetta er vissulega getur verið áskorun fyrir marga. En skoðum hvernig þetta liti út ef við myndum ráðast í endurbætur og tækjum svona okkar mat á raunhæfum tölum í kjölfar þess. Þá með auknu lóðaframboði mætti lækka verðið þar niður í 40.000 og byggingarkostnaðinn lækkum við 30.000 krónur á fermetran. Og þá er fermetraverði komið niður í 280.000. En núna, því að við segjum að ef við gerum það fyrir að regluverkið verði gert þannig að það sé aukinn sveigjanleiki veittur, þannig að námsmenn og aðrir eigi auðveldara með að fá íbúðir sem henta þeim. Þá getur þessi námsmaður núna keypt sér 50 fermetra íbúð, af því að það er orðið hagkvæmara. Og þá þarf hann ekki að borga nema 14 milljónir fyrir sína fyrstu íbúð í staðinn fyrir 25 milljónir í dag. Og ef hann tekur sama 85% lán, þá þarf hann að eiga 2 milljónir fyrir útborgun og ef við segjum að vextir lækki líka aðeins af því að hið opinbera tekur til í fjármálunum sínum og hagstjórnin batnar og vinnumarkaðurinn er til friðs, þá lækka líka afborganirnar í 60.000 á mánuði. Og þetta svona varpar svolítið ljósi á hverjir eru þættirnir sem eru að halda hérna uppi háum afborgunum og háum útborgunum. Og það er fyrst og fremst hlutir sem eru á framboðsliðinni. Það er að segja byggingarkostnaður, lóðakostnaður og regluverkið sem dregur sveigjanleika fyrir litlar íbúðir og auðvitað hagstjórnin. Þannig að, og ég held að ef að kostnaðurinn sem fólk sem vildi kaupa fyrstu íbúð, ef að kostnaðurinn sem þau stæðu frammi fyrir í dag væri 2 milljónir í útborgun og 60.000 á mánuði í afborgun, þá hefðu við örugglega ekki einu sinni haldið þennan fund. Þannig að bara samandregið, við ættum að spyrja okkur spurninga í réttri röð þegar við erum að ræða aðkomu hins opinbera húsnæðismarkaði. Í fyrsta lagi er erfitt að kaupa íbúð hérna samanborið við áður fyrr eða samanborið við önnur Norðurlönd. Og svarið við því er klárlega nei. Og í kjölfarið af því spyrjum við okkur, er þörf á aðgerðum af hálfu stjórnvalda? Og sko, hérna getum við verið ósammála en samt endað á sama svari. Eins og við hjá Viðskiptaráði, við teljum að það sé klárlega þörf á aðgerðum, en aðgerðum sem draga úr þessum eftirspurnarstuðningi og auka framboðsaðgerðir. En á meðan geta aðrir sagt að það sé þörf á að auka eftirspurnarstuðningin og hækka þessi prógramöll sem við sáum áðan.
Þannig að ég held að allir séu sammála að þessi þörf á aðgerðum, en fólk bara ósammála hvaða aðgerðir það eru. Þannig að við segjum já við þessu. Og svo spyrjum við okkur þá, það sem stjórnvöld að gera í dag, skilar það fullnægjandi árangri? Og ég held að það sem, með það sem ég er búinn að sýna ykkur, þá sé mjög skýrt hverju ég mun svara þessu, og svarið við því er klárlega nei. Og í framhaldi af því, hvaða aðgerðir skila mestum árangri? Og þá eru það þessar aðgerðir sem ég nefndi, að afmarka eftirspurnarstuðninginn, þannig að við hættum að ýta undir almennt fasteignaverð, auka lóðaframboð, bæta regluverkið, þar að segja að draga úr byggingarkostnaði og auka sveigjanleika. Gera byggingaraðilum kleift að byggja íbúðir sem henta fólki sem þarf bara litlar íbúðir. Og fjórða atriðið að bæta hagstöðuna. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Björn. Nú ætlum við að fá okkur sæti og ég ætla aðeins að fikta í ljósunum og laga þetta fyrir okkur. Endilega bjóða Hjálmar og Henný að fá sér sæti hérna hjá okkur í panel. Og við ætlum að kannski losa okkur við tjaldi líka, eða ekki? Þetta allt annað. Skulum við sjá. Já, mér langar að byrja hér kannski umræðina á, já, það eru nóg að tala og þakka þér Björn fyrir góða framsögu. Mér langar að kannski byrja á varpa boltanum til Henjar varðandi almenn viðbrögð við þessu. Þið hjá ASÍ standi vörðum hagsmuni stórhluta launafólks og það er fá hagsmunamál sem eru stærri og mikilvægir heldur en akkurat fasteignamál. Hvernig slær þetta þig sem Björn var að fara yfir hér bæði hvað varðar það aðgerð sem hægt er að fara í og hins vegar hvert hlutverk eins og opinber almennt ætti að vera á þessu markaði? Já, nú er ég betur að taka mikrofónum frá þér, en ég ætla ekki að gera það. Það er rétt hjá þér, þetta er auðvitað eitt af þessum mjög stóru málaflokkum sem eru og hafa alltaf verið okkur hugleikin og eru auðvitað öllum heimilum. Þetta er eitt stærsta, getur við sagt, lífskjara mál heimilanna. Það eru húsnæðismál og kjör á húsnæði. Svona almennt varðandi hlutverk stjórnvalda á húsnæðismarkaði og kannski í húsnæðismálum, því að það er auðvitað þannig að húsnæðismál eru svo ofsalega víðtæk og við sáum það auðvitað hérna í endurhjálpinni. Húsnæðismál eru bæði velferðarmál, þau eru efnahagsmál, þau eru skipulagsmál, þannig að þau snerta svo marga fleti og ekki síst lífskjaramál. Þannig að auðvitað stjórnvöld hljóta alltaf á hverjum tíma hafa mjög ríkulegu hlutverki að gegna í þessum þáttum. Svo auðvitað getum við haft mismunandi skoðun á því og ég held að við höfum kannski svolítið ólíka sýn á það hversu stórt hlutverk ríkisins á að vera í hverjum þætti og hvar áherslurnar eiga að liggja. En sannarlega bara í ljósi þess hvað þetta er víðtækt, þá er hlutverk ríkisins stórt. Varðandi þessa þætti sem Björn fór yfir og kannski svona það hvernig staðan er í dag og hvort að ungu fólki það sé í raun og veru staðið þeirra sé síst verri en hún hafi oft verið áður á markanum að þá höfum við kannski svolítið ólíka sýn á það. Ég held að það eru ýmsar aðstæður nú sem að gera stöðuna erfiðara fyrir fólk. Bæði hefur verið farið hér í aðgerðir eins og það að það hefur verið þrengt mjög verulega að þáttum eins og greiðslumatinu. Við höfum komið í veg fyrir lánsveð sem hefur auðvitað verið leið stórhluta þjóðarinnar til að fjármagna þennan topp, útborgunartoppinn. Og þegar fólk hefur það ekki lengur þá getur það reynst erfitt því eins og Björn bara sýndi fram á að safna 4 milljónum það er ekki alveg hlaupið af því. Þannig að það eru þættir sem hafa haft áhrif. Svo er lítið framboð af hentugu húsnæði eins og Björn fór líka yfir. Það gerir ungu fólki líka erfiðara fyrir og leigumarkaðurinn er mjög erfiður.
þess vegna kannski þetta ákall eins og við sjáum í blaðarpislunum sem þú birtir þarna í upphafi já, fólki finnst það heila fast í foreldrahúsum þó á þessa mælikvarða sem þú sýndir að þá eigi þetta ekki að vera erfiðar en áður en þá eru svona ýmsir ytri þættir sem eru ólíkir og þannig að ég held að við þurfum að horfa á það aðeins og svo kannski annað þarna sem að við höfum einblínt mjög mikið á undanfarið að það að staða ólíkra hópa á markaði eru mjög ólík og okkar nálgun á húsnæðismálin eru fyrst og fremst svona sem þessi grundvallar velferðar þáttur sem þarf að vera fyrir hendi. Þetta er svo mikil grunnþörf að við þurfum alltaf að horfa fyrst og fremst á þetta því þetta hefur svo mikil áhrif á aðra þætti velferðar, bæði fjárhagslega og félagslega. Og þess vegna eru húsnæðismálin okkur alltaf svona hugleikin og við teljum að það séu stórir hópar og meðaltölin hérna sem Björn sýndi húsnæðiskostnað og annað gefur kannski ekki til kynna að staðan sinni sérstaklega slæm, að þá teljum við að það séu ákveðnir hópar sem að á liðnum árum og sú saga, hún er ekkert alveg ný. Þetta er vandi sem hefur safnast upp á löngum tíma. Að það eru hér hópar, tekjulágur hópar sem hafa einfaldlega verið algjörlega skildir eftir. Þeir hafa ekki tök á því að komast inn á og kaupa sér öryggið inn á húsnæðismarkaðinn. Húsnæðiskostnaður þeirra er algjörlega óviðunandi hár og þeir hafa heldur ekki tök á því að greiða markaðsleigu því það er auðvitað bara hinn hliðin á háu fasteignaverði. Þeir hafa heldur ekki aðgang inn í þessi félagslegu kerfi sveitarfélaganna sem eru mjög þröngt skilgreind bæði í tekjum og eignum. Ef þú ert launamaður með lágmarkslaun hefur engan aðgang inn í neitt slíkt kerfi. Þannig að við teljum að þetta sé hópur fólks sem að búi bæði við mjög mikið óöryggi á húsnæðismarkaði og allt og háan húsnæðiskostnað. Þó að meðaltölin og svona hagtölurnar í heild kannski segja okkur einhver aðra sögu. Það kannski að hleypa öðrum áfram, en þetta er svo stórt og víðfrænt mál og Björn fór víða þannig að það eru margt að ræða. Já, ég held að það sé mjög, við skulum ekki gleyma þessum punktu endilega ræða hann vel okkar á milli mitt og eftir varðandi, nú eru þið bæði búin að nefna þetta, Björn og Henný, varðandi þennan kannski beina fjárhagslega stuðning og þennan afmarkaða hóp sem þarf á mjög miklum stuðningi að halda. Við skulum endilega ekki gleyma þeim punkti, en Hjálmar, það myndi kannski fáir segja að það beri lítið á borginni í lóðamálum og umræðu til dæmis þéttingu byggðar. Það hefur mjög mikið gengið á hjá ykkur í umhverfis- og skipulagsráði að undanförnu. Bæði hafið þið sett ákveðnar takmarkanir í langtíma sýn ykkar á útþenslu borgarinnar, en einnig hafið þið lagt ykkur mikið fram við það að þétta byggð, eins og við munum bara sjá hér út gluggann til dæmis á Kirkjusandi og út alla borg. En hver er ykkar svona í stuttu máli borgarinnar hlutverk í þessu? Eru þið að þínum að gera nóg til þess að svara þessari auknu eftirspurn með því að auka lóðaframboð eða telur þú hættu á að bilið á milli verðs í miðborg og úthverfinu aukast þeim frekar? Já, sko meginatriðið er í stefnu borgarinnar felst í mjög einfaldri setningu og það er setning sem kemur frá fyrrverandi borgarstjóra sem segir að Reykjavík sé alls konar borg fyrir alls konar fólk og í því felst heilmikill sveigjanleiki og í því felst í rauninni húsnæðisstefna Reykjavíkur. Hún gengur út á það að hér eigi að byggjast upp húsnæði fyrir hina ólíku hópa samfélagsins. Því að þráttur að sú hugmynd sé svona dálítið sterk á Íslandi að hér séu allir jafnir og þeir eru þannig vonandi einhverjum skilningi þá eru kjör fólks opaslega ólík. Og bara svona því það var rætt hér meðaltöl þá er það þannig að það getur verið að meðaltala kostnaðarhlutföll í sambandi við íbúðir séu eitthvað 22-23% af tekjum að meðaltali. En það segir mjög lítið. Af því að ef ég maður rétt og það kemur fram í mjög ítarlegum kafla í nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík sem heitir alls konar húsnæði að þá er kostnaðarhlutföll lágtekjufólks 45%.
Þannig að það er bara allt annað veruleiki. Og þannig að sem sagt, megin stefna borgarinnar er þessi að skapa sveigjanleika og skapa valkosti. Og við sjáum að það er í gangi bara núna akkurat í dag það sem verður að byggja. Það verður að byggja, það er nýlokið byggingu og húsi við Mýrargötu 26. Ég man ekki hvort það eru 40-50 íbúðir og það er náttúrulega vinir mínir sem búa þar og þar eru tiltölulega dýrar íbúðir. Það er eingöngu svona frekar vel efnað fólk sem getur búið þar. Þar hafa markaðslögmálin ráðið og svo er búið að byggja, verða að klára að byggja hér lúxusíbúðir í 2 nýjum turnum við Frakkastíg og þar ráða markaðslögmálin og það virðast vera að markaðsöflin að þau virðast fá mestan hagnað úr því að byggja þessa tegund af íbúðum. Þetta er frekar dýrar lúxusíbúðir. Svo á sama tíma verða að byggja hér 210, er búseti að byggja hér 220 búsetaréttar íbúðir í Einholti, Þverholti og það er húsnæðissamvinnufélag sem er ekki hagnaðardrifið. Og það er verið að byggja sem sagt 100 íbúðir, 102 íbúðir í Ásholti fyrir stúdenta. Og ef við förum örlítið lengra vestar þá er verið að byggja upp á svokölluðum lýsisreit, 130 íbúðir. Og ég nefni þetta því að ég held að þetta gefi einhverja hugmynd þá stefnu sem að við fylgjum, það er að þétta íbúðina, þétta byggðina, en að sjá til þess að það sé mikill fjölbreytileiki í þeim íbúðum sem eru framleiddar hverju sinni. Og að því að þá komi tölur, að því að við erum alveg sammála því að það er sem sagt skortur á húsnæði sem að ýtir verðinu upp. Og við sáum þarna hvað verðið hefur hækkað mikið á miðbæjarsvæðinu og sáum það líka það er mjög eðlilegt miðað við þróun í öllum borgum. En ég hef gerði athugasemdir, eða semst ég held að þeir hafi ekki talið nógu vandlega þarna þeir sem voru að keyra hjá, hverju voru það? Var það sem voru að telja íbúðina? Samtök iðnaðarins, eða þeir hafi kannski ekki talið það sem er að fara af stað, af því að mér telst að það séu 2000 íbúðir sem eru að fara af stað eða farin af stað á miðborgarsvæðinu. Og það eru 500 íbúðir bara við Hverfisgötu, þessar 230 íbúðir pluss 100 íbúðir þarna við Hlemm Plus og svo íbúðir vestar í bænum, pluss 600 íbúðir sem verða að byggja á margfræg og margumtöluðu hlíðarendasvæði. Þannig að ég held að borgin sé að bregðast við sem sagt þeirri eftirspurn með því að reyna að búa til sem flesta og besta uppbyggingar möguleika en stóra breytan í því svæði og þá kom fram náttúrulega þegar sáum kortið þessu rauða svæði, það er sjálft flugvallarsvæði. En það hefur sýnt sig að það er auðveldara að komast í það en að láta það gerast, það er flókin pólitískur raunveruleiki. En hvað væru, fyrir ekki að ég grípi fram í, hvað væru við að tala mikið íbúðamagn þar á flugvallarsvæðinu? Það er gert ráð, ég man ekki nákvæmlega, mér minnir þessi gert ráð fyrir því að þar geti risið 15.000 manna byggð. En þó eru það tiltölulega stórt svæði sem almenningsgarður sem nær frá Hljómskólagarðinum og alveg niður að sjó. Það eru 15.000 manna byggð þar. Já, ef við komum nú Birni inn í umræðinu aftur og bjóðum þeir kannski að bregðast við þessu, til dæmis athugasemdum það að meðaltali segi ekki alla söguna. Mér að sjálfsögðu rétt, aðstæður fólks eru mjög misjafnar og það eru þeir sem eru í slæmri stöðu, það huggar þá lítið að sjá einhverjum meðaltalstölur. Jú, algjörlega, og ég meina ég tek undir þetta, meðaltölun, þau gefa okkur samt einhverja einsýn, en þau segja auðvitað ekki nema brota sögunni. En það sem kannski við vildum benda á að þegar við erum með húsnæðisstuðningskerfi sem ná til helmings íbúa á höfuðborgarsvæðinu, eins og til dæmis rauninni með vaxta- og húsaleigubætur, þá erum við að niðurgreiða húsnæðiskostnað fólks sem er í meðaltalinu, vegna þess að fólki sem er þá í kringum miðbygginn er þá í kringum meðaltalið í húsnæðisútgjöldum. Þannig að við erum að veita fólki sem er með kannski 22% af útgjöldum sínum í húsnæðismálum, við erum að greiða niður vaxtakostnaði þeirra.
eða ef þau eru í leiguhúsnæði að greiða niður húsaleiguna þeirra. Og það teljum við ekki eðlilegt. Við teljum einmitt að til að, eins og þið hafið bæði talað að til að geta stutt við þá hópa sem á því þurfa að halda, þá þurfa að skilgreina þessi mörk miklu betur. Þannig að við séum ekki að styðja við fólk sem bara á vinnumarkaði og á fyrir sínu húsnæði, það bara af því að það ýtir bara upp almennu verði. Mér langar aðeins að í rauninni taka undir þessa gagnrýni sem kom hérna fram á það að kerfi sem er hugsað upphaflega sem stuðning við þá sem þurfa á því að halda, að það einhvern veginn endar á því að verða ofsalega útþynnt og vegna þess að ég held að það sé einhver svona pólitísku þrýstingur sem að skapa það. Þá koma fleiri og fleiri hagsmunahópar að segja við þurfum líka og við þurfum líka og endanum verður þessu opaslega, sem sagt, verður þetta smurt ofsalega þunnt. Þannig ég tek undir það að svona aðgerðir að það þurfa að vera hnitmiðar og snúa þeim hópum sem á því þurfa að halda. En því miður var þetta líka, urðu þetta örlög hins félagslega húsnæðiskerfis hér á Íslandi sem var svo mjög merkilega sögu og byrja rauninni 1929 þegar það var sett lög verkamannabústaði að það væri hægt að stofna húsnæðissamvinnufélög til þess að byggja upp húsnæði. Og síðan 2004 ef mann rétt að þá eru tekið niður síðustu leifar húsnæðiskerfinu, svokölluð viðbótarlán, þau voru þurrkuð út og allir fengu sömu lánafyrirgreiðslu sem að þýddi það að það var í rauninni búið að afnema húsnæðiskerfið og allir fengu það sama og það endaði allt með ósköpum. Þannig að ég svona bara til að gera langa sögu stutt þá tekið alltaf undir þessa gagnrýni. Erum við kannski að gera þessum hópum sem þurfa mest á stundum að halda einhvern óleik með því að þessar almennu stuðningsaðgerðir séu að hækka allt fasteignaverð meira og minna? Þetta er auðvitað að mörgu leyti spurningum svona pólitíska forgangsröðun og hvað tekjujöfnun við sjáum fyrir. Þetta er auðvitað tekjujöfnunarkerfi og vaxtabótakerfi sannarlega hér hluti af skattkerfinu þó að ég held að sé allt í lagi að minna það að vaxtabótakerfi sem slíkt og uppbyggingurinn á húsnæðisstuðningum eins og hann er núna er alls ekkert endilega góður. Eins og Björn bent á þá erum við að styðja fólk með mjög misjöfnum hætti eftir því hvaða eignaformið það er. Við styðjum leigjendur talsvert mikið minna en húsnæðiseigendur og jafnvel með nýju frumvarpi núna þá ennþá vaxtabótakerfi ríkulegra en stuðningunum við leigjendur þrátt fyrir að við vitum það að það eru frekar tekjulægri heimili sem eru á leigumarkaði þannig að þar er sannarlega einhver leiðrétting sem þarf að fara fram og við hefðum gjarnan viljað sjá að það hefði verið stigið þetta skref sem að lengi er búið að ræðum og ég held að allir hópar sem hafa verið í stefnumótun í húsnæðismálum undanfarin ár hafa komist til þeirri niðurstöðu að það væri rétt að sameina þessi kerfi, búa til eitt húsnæðisstuðningskerfi óháð búsetuformi. Það var hins vegar ekki gert í þessu skrefi en vonandi er þetta fyrsta skrefi í þá átt. Við að minnsta kosti viljum trúa því það er mikilvægt og við teljum að þetta eru mikilvæg stuðningskerfi og eins og segi þau eru hluti af því að jafna húsnæðiskostnað viðkvæmra hópa, barnafólks, ungs fólks og svo framvegis og við sjáum að þessi kerfi leika mjög stórt hlutverk á Norðurlöndunum þó þau séu vissulega talsvert ólíkt uppbyggð en hér og þar má taka til. Varðandi þetta sem að taka eins boltan þar sem að þú komst inn á Hjálmar varðandi verkamannabústaðina einmitt og félagslega húsnæðið að þá einmitt situm við svolítið í súpunni varðandi það. Menn fór í það að leggja hér niður verkamannabústaðakerfið sem að var auðvitað orðið nokkuð umfangsmikið þegar að það var lagt niður held ég að ég muni rétt að það verið eitthvað á milli 6.500 og 7.000 íbúðir inn í því kerfi. Því var lokað, menn fóru í að veita heimila lántökur hjá þessum hóp. Það reyndist einfaldlega bara ekki vel og sagan eiginlega þessi síðustu 10-15 ár fyrir þetta nú að verða segir okkur eiginlega að markaðurinn hafi ekki ráðið við að leysa húsnæðisvanda þessa hóps. Því hann margur í miklum vanda. Þú talaði hér að húsnæðiskostnaður lágtekjufólks væri í kringum 45%, það er ekki vanlega áætlað. Við sjáum að fjórðungur af tekjulægstu heimilum landsins hefur húsnæðiskostnað sem verulega íþyngjandi, samkvæmt tölum frá Hagstofunni. Verulega íþyngjandi þá yfir 40% af ráðstöfunartekjum. Og þetta hefur auðvitað mjög
veruleg og víðtæk önnur áhrif, af því að húsnæði verður, eins og ég sagði hérna, alltaf þessi grundvöld, við byrjum alltaf þar. Ef að húsnæðiskostnaður okkar óbærilega hár, að þá verður ýmislegt annað út undan. Við höfum bara nýverið séð, UNICEF benti á þetta mjög skilmerkilega í sinni skýrslu sem þeir gaf út svona stöðu barna hér á landi, að þetta væri einn af þeim þáttum sem hefði veruleg áhrif á uppeldisskilyrði barna á Íslandi í ákveðnum hópum, og það er auðvitað mjög alvarlegt mál. Þannig að það hafa stjórnvöld, teljum við sannarlega, brugðist hlutverki sínu gagnvart þessum hópum að tryggja þeim húsnæðisöryggi og viðráðanleg kjör á húsnæði. Og þá ertu að bregðast þeim á mjög mörgum öðrum sviðum líka. Já, mér langaði að bæta einu við sem að, fyrir utan það að ég ætla að læra þetta, ég er ekki varaformaður, heldur hvorki meira en ég minn en formaður skipulagsráðs og borgarfulltrúi, en ok, svo allt sé á hreinu. Mér langar aðeins að, því, þú veist, fyrirsögnin á erindinu, þú veist, þetta var fínt erindi, sko, en þú veist, á ríkið að redda húsnæði, sko, það er dálítið mikið gildislega, og ég segi fyrir, þú veist, ég held að ríkið þarf ekki að redda neinu, og reddingapólitík er ekki góð pólitík, þannig að mér finnst, sko, menni ekki gera lítið úr góðum vilja þeirra ráðherra þessi ráðherra sem stendur fyrir þeim málaflokkin, ég heldur vilja borgarinnar til þess að efla hér fjölbreytni á húsnæðismarkaði. Mér langar að nefna eitt, það var líka sem ég saknaði í þínu erindi, Bjarni, að það er leigumarkaðurinn. Og ég líti svo á að leigumarkaðurinn eigi að vera raunverulegur og góður valkostur. En því miður hafa mál þróast þannig, og það eru bara pólitískar ákvarðanir, að það er ekki góður valkostur. Það er ofsalega, í rauninni, þú ert að fara illa með þína peninga ef þú, þarf að leigja í 10-20 ár. Og mér finnst það ótækt, af því að mér finnst það ætti að vera valkostur fyrir ungt fólk, ungt eða gamalt, sko. Það getur líka verið fyrir eldra fólk sem kannski bara að selja íbúðinu sínu og leigja sér. Í stað þess að setja sig á skuldaklafa alla ævi, að geta átt þess kost að leigja íbúð án þess að það sé að koma fjárhagslega miklu verð út heldur en fyrir þá sem að kaupa, og þess að það kemur tiltölulega vel út fyrir þá út af miklu stuðningskerfi. Og til þess að láta þetta vera meira en orðin tóm, að þá felst það í húsnæðisstefnu Reykjavíkur sem ég minntist ekki á áðan, að allstaðar það sem borgin hefur getur til eða færi á, að þá skal 20-25% nýbyggingar húsnæðis vera leiguhúsnæði. Og það til að mynda eitt gott dæmi er gríðarleg uppbygging sem er að fara að stað inn í Voga, hverfi gamla iðnaðarhverfinu þar kom í ljós í skipulagsvinnu og verðlauna samkeppni að það svæði rúmaði langt fleiri íbúðir heldur en aðalskipulag gerði ráð fyrir. Þannig að Reykjavík borg kemur og segir við þessa öflugu aðila sem að þar eru þarna þetta að byggja miklu fleiri en 500 íbúðir, það getur verið 1200 íbúðir. En til þess að við samþykjum skipulag sem heimilar svo miklu uppbyggingu, þá þurfið þið að samþykja ákveðin markmið borgarinnar, sem eru þessi ákveðin lágmark, leiguíbúðir. Það er líka félagsbústaðir Reykjavíkur sem að þjónusta þá sem eru með allar lægstu tekjurnar hafi forkaupsrétt á 5% íbúðana. Og einnig sem sagt hefur þar verið samþykkt svo kallað innviðagjald að þar sem sagt fari hluti af hagnaði lóðarhafa í það að taka þátt í uppbyggingu innviða. Svo uppbygging innviða leggist ekki á hinn almenna skattborgara, heldur hlutir eins og torg, garðar, brýr og ýmislegt annað, það sé borga þá af þeim sem að í rauninni er að fá þessu ótrúlega uppbyggingstækifæri. Þannig að þannig reynir borgin að fylgja sem sagt stefnu sinni með samningsmarkmið og raunverulegri samningsgerð. En í rauninni að hækka fasteignaverð leiðinni, er það ekki? Ef þetta bætist við byggingarkostnað í raun og veru, þá hækkar fasteignakostnað? Nei, það þarf ekki vera vegna þess að þetta eru íbúðir sem að verða seldar á, eða það eru íbúðir sem verða seldar á markaði og markaðurinn er þannig ekki sett, þið vitið þannig betur hérna í bankanum, að hann tekur alltaf hæsta verð. Þannig að ég held að það sé alveg öruggt að ef að segjum að byggingakostnaður á fermeter sé 300.000
og síðan einhver sem til í að kaupa íbúðina á 400.000 fermetrinn, að þá kemur lóðarhafi sennilega ekki og segir, heyrðu, nei, ég skal bara selja nú 350.000 af því að borgin hefur fallið frá þessu innviðagjaldi. Þannig að í rauninni snýst þetta það að samfélagið fái einhvern hlut af hagnaðinum sem í rauninni búið að búa til með skipulagsgerð og úthlutun á ofboðslega verðmætu landi til í rauninni mjög fárra einstaklinga. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög gott kerfi og skynsamlegt kerfi. Ég myndi kannski biðja þig að bregðast aðeins við kannski 2 punktar til dæmis annars vegar varðandi það að markaðurinn sé í rauninni ekki skilvirkur. Það er að segja að það sé ekki hvati fyrir þann sem að byggja að leyfa kaupanda að njóta þess ef einhverja breytingar eru gerðar á byggingarkostnaði. Heldur sé hann bara, hann er í rauninni að segja það ekki rétt mér að með því að gera breytingar svo þú varst að nefna á byggingarreglugerðum einhverju slíku, það myndi ekki skila sér út í verðlag. Annars vegar það og hins vegar varðandi kannski þína skoðun á næstu umræði sem langar að taka sem er þessi munur miðborg og úthverfum hvort við eigum að reyna að jafna þetta út og takmarka þessa verðlagshækkun í miðborg. Mér langar aðeins að grípa inn í og fyrirgefi að því að ég var ekki að tala byggingarreglugerð, þú veist, ég alveg sammála því að það má, og það verið að vinna í því að einfalda hann og laga. Ég að tala í rauninni það sem kallað byggingaréttargjald og hugsanlega innviðagjald sem að snýst einfaldlega þetta að samfélagið fái hlut af því mikla ágóða sem verður til á hverjum stað. Sko, ég get alveg tekið undir þessu sjónarmið Hjálmars. Í hagfræði tölum við það sem kallast ytri áhrif, sem sem sagt áhrif af aðgerðum okkar á aðila sem ekki koma að því sem við erum að gera. Og byggingaverktaki sem til dæmis með reit, með einn reit, hann hefur ekki í rauninni nægjanlega mikla fjárhagslega hagsmuni af því að hugsa borgarmyndina. Hann hugsa bara sinn persónulega hagnað, svona í klassískri hagfræði, bara hagnað sinna reitnum og vill það hámarka fermetrafjöldan, burt sér frá því að það kannski skemmi aðeins ásýnd hverfisins og lækki þá fasteignaverð allra annarra í nágrenni. Þannig að borgin þá sem stjórnvaldið komi og leiðrétti fyrir þessi ytri áhrif með reglum útlit hússins eða takmörkun á fermetrafjölda, það getur verið aðgerð sem eykur velferð. Þannig að það getur verið bara mjög réttlætanlegt að því staðið með málefnalegum hætti. Og eins ég alveg sammála því að borgin á ekki að gefa afslátt af lóðaverði umfram það sem markaðurinn tilbúinn að greiða, vegna þess að það væri vond nýting á almannafé. Reykjavíkurborg fer með almannagæði sem land á borgarsvæðinu. Og ef að borgin færi að afhenda byggingaraðilum þessi verðmæti undir markaðsvirði, þá væri það slæm nýting á almannafé. Þannig að auðvitað borgin alltaf að reyna að fá markaðsvirði fyrir þessi verðmæti. En umræðan sem langar síðan að kannski fá ykkur öll inn í og hlutu kannski heldur frá það varðandi það hvort að það eigi að vera hlutverk hins opinbera og borgarinnar að efna lítið fólk, ungt fólk geti komið yfir sér þaki í miðborg Reykjavíkur. Já, bara mér langar að kommenta líka á varðandi búsetuformið sem Hjálmar nefndi, að það sem ég talaði í kynningunni, það á við hvort sem við tölum eigendur eða leigjendur. Af því að allt sem lækkar fasteignaverð mun líka lækka leiguverð. Þannig leiguverð yfirleitt í kringum 130 af fasteignaverði. Svona sveiflast einhvers staðar í kringum það svona ef við lítum langt aftur. Þannig að ef við lækkum fasteignaverð þá lækkar leiguverð líka. Og svo varðandi punktinn frá þér Henný að stuðningurinn sé ekki nægur. Bara dæmi við erum núna að styðja 40% fasteignaeigenda með vaxtabótum. Ef við myndum minnka þetta og styðja 10% fasteignaeigenda með vaxtabótum, þá væri þetta fjórfalda stuðningin við þennan hóp sem virkilega þarf á því að halda fyrir sömu fjármuni. Þetta sýnir okkur hversu mikið við erum að missa marks með því að beina kastljósinu á allt og stórum hóp. Og svona titillinn á erindinu var svolítið hugsaður til að skjóta þetta, vegna þess að með 2 frumvörpum ríkisstjórnarinnar, annars vegar almennar íbúðir sem 40% íbúa höfuðborgarsvæðisins geta sótt
og hins vegar með sem sagt, hækkun húsaleigubóta sem líka helmingur leigjenda getur sótt þá verið að reyna að redda öllum og það endar á að redda ekki neinum. En varðandi miðborgarálagið þá held ég að einmitt að það sé komið til að vera sko og bara af landfræðilegum ástæðum það verður alltaf lóðaskortur í miðborginni þannig að það bara vegna þess að það munu alltaf fleiri vilja búa þar en hægt að bjóða upp á og það bara það sem við þekkjum alls staðar annars staðar. Viljum við það að í borginni búi eingöngu, ég veit ekki, fólk umfram 50 sem að kaupa sína aðra eða þriðju fasteign og útlendingar sem að vilja eiga hér sumar dvalarstaði, Airbnb, verslanir, eða viljum við að borgin sé mögulegur staður fyrir alla þjóðfélagshópa? Já, út af því gengur stefna Reykjavíkur og ég ekki hingað komin til þess einhvern veginn að, þú veist, með einhverju svona lúðraþýtt og svoleiðis út af stefnu Reykjavíkur í teilum sem skynsamleg, hún pragmatísk, hún gengur út á það að aðlaga sig aðstæðum hverju sinni og þjóðfélagið að breytast ofboðslega mikið. Spár Hagstofunnar sýna að fólki á virkum húsnæðisaldri, það kallað fólk sem frá 20 til 80, að því mun fjölga hlutfallslega mjög mikið miðað við þann hluta íbúana sem ekki á virkum húsnæðisaldri. Og það þýðir endurinn bara eitt, það verður meiri þörf fyrir húsnæði. Sem sagt, nú talað að þessi 2,4 personur á íbúð, það verður komið niður í kannski 2,2 eftir tiltölulega lítinn tíma, nákvæmlega sama þróunur alls staðar. Og þetta sem sagt gerir það verkum að borgin verður að sýna frumkvæði og vera aktív í sinni stefnu. Og hún á að vera sveigjanleg og hún á að stefna meiri jöfnuði. Í samtöku við spurninguna, þú veist, miðborgarsvæðið, það í leiðinlega miðborg ef að þar getur eingöngu búið mjög einsleitur hópur sterkefnas fólks. Sterkefna fólk náttúrulega miklu meiri velkomið í miðborginni, endilega fjölbreytilegri hópa. Og þess vegna höfum við þá stefnu í Vesturbyggð, þar sem á að byggjast 170 íbúðir, milli Sjóminjasafns og Slips, að þar verði þessi blöndun, þar verði félagsbústaðir, stúdentar og fleiri, en líka selt á almennum markaði. Og bara lokum í sambandi við miðborgina, það svona alþjóðleg einhvern veginn bylgja í gangi, þannig að ungt fólk að það nýtur þeirra lífsgæða sem að borgarumhverfið býður. Ótrúlega lengi litum við svo á að til þess að njóta lífsgæðina þá þurftur að fara út úr borginni og upp í eitthvað sumarbústað í Grímsnesinu. Nú þetta einhvern veginn hverfandi hugmynd og þú vilt fá þetta umhverfi þar sem þú býrð í dagsdaglega sem eitthvað mikið umhverfi með mikil lífsgæði. Þannig auðvitað hverfin að vera og ekki síst miðborgarhverfin. Og þess vegna til þess að svo megi verða að þá þarf þessi blöndun að verða sem mest og best. Já, ég tek undir með Hjálmari það er mjög mikilvægt og það eitt af þessum stóru hlutverkum ríkis eða stjórnvalda innan sveitarfélögin hér stóru gerendur það varðandi þætti eins og þessa þeir hafa áhrif á það hvort hér hægt að byggja upp leigumarkað eða ekki. Við sjáum það hefur einfaldlega ekki verið pólitísku vilji til þess hér hefur séreignarstefnan verið bara mjög klár og menn hafa litið svo á að það ætti að beina öllum í það að eiga húsnæði. Það hefur verið gert með skipulagsmálum, það hefur verið gert með stuðningskerfunum og fleiri. Þannig að ákvarðanir stjórnvalda þar hafa veruleg áhrif. Og við höfum líka séð það að það hefur verið farið í átök einhvers konar uppbyggingar átök á leigumarkaði þar sem hefur stuðningur við uppbyggingu á leiguhúsnæði hefur verið aukinn. Það hefur hins vegar ekki verið mjög varanlegt. Þegar þetta hefur verið gert kannski í niðursveiflum, þegar uppsveiflun hefur komið, verð hefur hækkað, þá hafa byggingaraðilar mjög auðveldlega geta selt út úr þeim kerfum á markað og uppbygging á leiguhúsnæðinu hefur farið fyrir lítið. Og það auðvitað mikilvægt að búa þar til einhverja girðingar. Ef að stjórnvöld eru að fara í aðgerðir eins og þú ert að lýsa hér, Hjálmar, að þá þarf það auðvitað að vera uppbygging á einhverjum langtíma leigumarkaði. Einhver leigumarkaður sem að
varar á meðan að það ekki annað að hafa, það mjög takmarkað. Við þurfum það þarf að vera húsnæðisöryggi á leigumarkaði líka og það auðvitað ástæðan fyrir því að við höfum ekki sótt inn á leigumarkaði í sama mæli kannski nágrannaþjóðirnar, það öryggisleysið á leigumarkaði. Fólk að kaupa sér húsnæðisöryggi fyrst og fremst þegar það að kaupa sér eigin húsnæði, að minnsta kosti ekki ungt fólk í stórum mæli, því að það hefur ekki endilega áhuga á því að eignast húsnæði, en það hefur áhuga á því að vera í húsnæði sem það veit að það getur verið í líka eftir ár, eða eftir mánuð og vill ekki eiga þá hægt að flytja börnin sín á milli skóla, sí og æ og svo framvegis. Þannig að þarna hafa aðgerðir stjórnvalda veruleg áhrif. Mig langar aðeins að þessu sem að þú nefndir, Björn, varðandi þessi áfram sem að stjórnvöld hafa uppi núna og við verðum að segja að við berum nokkra ábyrgð á. Þetta var hluti af okkar kjarasamningum núna á síðasta ári. Það var áherslan á uppbyggingu á þessu nýja samfélagslega leiguíbúðakerfi sem að almennu íbúðirnar eða frumvörpum almennu íbúðirnar eru grundvöllurinn að. Þú talar það séu 40% af íbúðum sem að eigi rétt í þessu, ég held að það sé nú nokkuð ofmat hjá þér. Við höfum horft á tekjulægsta fjórðunginn, en það líka alveg rétt að við erum auðvitað ekki að hugsa þetta jafn þröngt og núverandi félagslegt húsnæðiskerfi. Við teljum að félagsleg blöndun, og það kannski tengist þessu vorum að ræða áðan, hún auðvitað mjög mikilvæg. Við viljum ekki gjarna að hverfi hér verði með þeim hætti að það séu bara ákveðin þjóðfélagshópar sem búa á ákveðnum stöðum. Það er þróun sem ekki að finna góða. Við höfum séð víða í kringum okkur og hefur nánast undantekningarlaust mjög slæmar og vondar afleiðingar. Stefnir borgin í það? Ég bara orðaði það beint út. Ef að markaðurinn réði eingöngu, að þá sem sagt myndu íbúðir fyrir sterkefna fólk byggjast upp á bara ákveðnum stöðum, á lykilstöðum við höfnina, það er svo augljóst, sko. En íbúðir fyrir tekjuminna fólk myndi byggjast upp allt annað staðar í borginni á stöðum sem voru á margan hátt miklu erfiðari. Og þetta líka til dæmis, því að það það sem að fylgir þessu dreifingu byggðarinnar. Ég var á mikilli ráðstefnu í Bandaríkjunum fyrir 2 árum og þar var voru skipulagsfræðingar talað það að þetta valdi miklum félagslegum erfiðleikum, að við getum sett að fátækt fólk, að það fór allt út í hinn ystu úthverfi, það var ósæðlega ódýrir fermetrar, en þar sat það fast í fátækragildru. Því að þú komst ekki neitt nema á bílum og bílinn kostaði opaslega mikið, þannig að það var niðurstaða þessara manna sem var til þessu ráðstefnu að ein leið til þess að efla félagslegan jöfnuð í borgunum væri að stöðva útþenslu borganna. Þétta þær, byggja inn á við og byggja blandað. Og þannig að meira segja í Bandaríkjunum þegar menn hafa komist þessi þeirri niðurstöðu, sko, að þá held ég að við séum okkur sé allavega að hlusta á það. Já, við vitum að þetta er ekki eitthvað sem að gerist af sjálfum sér með markaðsöfnum. Við vitum að þetta er eitthvað sem stjórnvöld þurfa að hafa markaðsstefnu og sko ákveða hvernig þau ætla að hafa áhrif á. Því annars gerist þetta nákvæmlega með þessum hætti eða miskusti það er reynslan nánast alls staðar annars þegar ég ger ekki ráð fyrir að hún yrði með öðrum hætti hér. Og við sjáum auðvitað vísir á því. Þannig að þarna þurfum við að staldra við og velta fyrir okkur hvernig það sporna við þessu. Ég tek fram að sem sósíaldemókrati að við hefum mikla trú á markaðsöflunum, en það þarf að stýra þeim og það þarf að setja þau réttan farveg. Það sýndi sig hér fyrir hrun hvernig þau geta verið gjörsamlega blinda sem að var verið að byggja upp gríðarlega mikið húsnæði í úthverfum hér í hverju einustu sveitarfélagi og enginn hafði einu sinni fyrir því að setja sig inn í það hvort það verið þörf á þessu öllu saman. Og síðan endar þetta með algjöru þroti og eiginlega öll þessi félög fóru á hausinn. Þannig að það var ekki mikil framsýni eða einhvern veginn svona. Þannig að þú veist, þessi eins og öflug og frábæru þau geta verið, þau geta líka verið ópaslega blind. Já, ég tek alveg undir það, en það er það er kannski vegna þess eðlis húsnæðismál eru sem að við þurfum að setja þessum annars svo ágætu markaðsöflum ákveðin ramma til að vinna innan. Við þurfum nú að fara að hleypa fólki í vinna en til að eiga fyrir leigunni. En Björn, bara rétt að lokum, hversu raunhæft telur þú að stjórnvöld taki vel í þessar hugmyndir ykkar, bæði hvað varðar framboð og eftirspurnarleiðina?
Ég held að sko flesti geti tekið undir það sem við erum að nefna á framboðshliðinni. Það er að segja að regluverkið verði gert sem hagkvæmast fyrir byggingaraðila og sveigjanlegast fyrir þá sem vilja byggja smærri íbúðir án þess að slá í nokkru af kröfum öryggi eða heilsu íbúanna. Það er enginn að tala að af því sé slegið þarna. Við erum að tala vankanta á regluverkinu sem ekki að þjóna neinum tilgangi. Þannig að ég tel að við getum alveg verið saman það og eins og Hjálmar talar þá eru stjórnvöld meðvituð lóðamálin og eru að með virkar skipulagsstefnu sem að vinna í því að bjóða upp á reiti fyrir íbúðuppbyggingar. Þannig að ég held að sé alveg sátt það. Þú veist, það sem kannski, ég held að svona fólk eigi kannski svona verði umdeildara það sem við erum að segja að það verði að afmarka þennan eftirspurnarstuðning og að okkar mati á bara að vera mjög þröngur stuðningur við þá sem eru með sannarlega mjög há húsnæðisútgjöld hærra en þeir ráða við, en ekki eins og til dæmis þeir frumvörp sem ASÍ styður núna og er verið að leggja fram á stjórninni sem að ná til allt og breiðs hóps og kosta einfaldlega allt og mikið. Þannig að þau eru bara, við til dæmis erum alveg mótfallin þeim sko. Þá ætla ég nú að segja að þessari formlegu dagskrá okkar sé lokið hér í dag og vil þakka Henný, Hjálmari og Birni kærlega fyrir og ykkur sem eru hér á Kirkjusandu og þeim sem fylgjast með okkur á vefnum. Hins vegar ef að spurningar eru hér nú sal þá vona ég get nú haldið gestunum okkar örlítið lengur en formlegu dagskrá lokið og ég þakka ykkur fyrir og býð ykkur velkomin á næsta fræðslufund á FÍBI. Já.